Gott fólk sem heima situr. Við þekkjum alls konar dúó, við þekkjum Glám og Skrám og Baldur og Konna og ég leyfi mér að kynna fyrir alþjóð Benna og Svenna. Og það Svenni sem verður fyrir svörum. Sæll og blessaður. Blessaður og sæll, gaman að sjá þig. Sömuleiðis, það svo gaman að vera séður. Heyrðu, Benna og Svenni, hvað hérna... Nei, ég skal hafa Svennabenni. Svennabenni, já þetta. Svennabenni alltaf á undan, sko. Sjálfsögðu, Svennabenni. Svennabenni, hann hljóma líka betur. Það gerir það. Já. Allavega meðan Benni ekki hérna. Benni með okkur, sko. Sjáðu þið, hann hérna. Sérðu hann? Nei, þarna hann. Já, það hljóma rétt, segir hann, sko. Svenn og Benni hljóma betur. Já, ég alveg saman á, sko. Já, næs. Ok, þannig að Svenn og Benni sem sagt eitthvað svona eins og Baldur og Konni, þetta svona búktal. Þetta svolítið svoleiðis. Hann rótt hérna. En fyrir svona þau sem ekki vita, hvað það að fara að gera? Sko, við erum með tónleika. Já. Það þannig að ég að spila á kassagítar og syngja. Og hann situr á sinni fallegu kassatrommu sem heitir Kahún. Svona digital með alls konar soundum og fyndið og skemmtileg. Hljóma líka vel. Og hann að rappa líka og þannig að við erum bara basically búin að spila saman held ég sem svona dúó í 7 ára eða eitthvað. Vá. Já, bara við vorum að spila sko 5. og 1. laugardag á B5 þegar það var á hér og við vorum alltaf að spila áður en allt brjálaði byrjaði, þú veist, eftir klukkan 1, við vorum bara fyrirpart. Já, skil, þið náðu fólkinu svona með meðutund. Já, við bara eiginlega veitum fólk inn á götunni. Það var svo mikið lífi fyrir utan. Já. Fólk bara datt inn þegar það heyrði okkur spila. Og var alltaf fullu staður. Mjög skemmtilegt. Þetta gaman. Já, og svo lokaði B5 og þá fórum við og vorum á American Bar. Vorum þar í 1 ár. Við heldum þessu áfram og svo hættum við þar. Og við erum núna sérst bara með tónleika í staðinn fyrir að vera að spila á börum sem heita Kondi Party. Og það eiginlega bara nafni gefið til kynna hvað að fara að gerast. Það bara... Nákvæmlega, þetta mjög praktískt. Það þarf ekki að vera að spá í það að vera að halda partí heima hjá þér. Við bara mætum til ykkar. Já, þið mætum til okkar eða við getum líka komið til ykkar. Það er hægt að panta okkur. Já. Það ekkert mál eins og flesta tónlistana er. Og við höfum svo mikið verið að gera það. En núna í síðasta sumar þá fórum við svona nettan hring í kringum landið. Við reyndar slepptum vesturhlutanum, við gerum það kannski vonandi í sumar og vorum með svona litla partí tónleika og sem algjörlega sló í gegn og við ætlum að gera þetta aftur í sumar. Þetta mjög gott. Íslendingurinn nefnilega þegar hann komin örlítið við skál þá finnst honum gaman að syngja. Algjörlega og ekki bara við skál. Til dæmis þá vorum við að spila í Kringlunni daginn á Stjörnutorgi og ég hugsaði fyrir gigið þetta verður eitthvað, fólki leppir bara fram í og maður bara að spila eitthvað. Nei, fólki settist niður og bara og satt og klappaði og söng með eins og væri á tónleikum. Þetta var enda á því að vera geðveikt skemmtilegt. En frábært. Já, það var alveg virkilega skemmtilegt. Þetta náttúrulega bara geðlið fyrir þjóðina núna, bara að mega vera út á meðal fólks og bara svo gerir svona, það bara getur sest niður og sungið og haft gaman. Algjörlega. Og núna páskana þá ætlum við að koma á norður og við verðum á Múlabergi. Já. Östas álöfaldskvöld. Við byrjum klukkan 9. Við erum búin klukkan 11, þannig að þetta ekki of snemma og ekki of seint. Og þetta svona til að starta kvöldinu fyrir þá sem vilja halda áfram kannski. Og fyrir svo þetta bara nóg. En þarna getur fólk fara út að borða, dottiðin á tónleika, sungið, margir meiri sem standa upp og dansa. Þannig að þetta bara svona ekta íslenskt partí. Það er að djóka inn á milli og hvað. Já, þið náttúrulega hljótið, þið nú ekki fara að halda kjafta á milli laga, er það? Nei, það svo sem hægt að segja endalins að sögur hann Benna, þið þekkja hann. Ég alveg saklaus. Já, algjörlega. Skýnir englabaugurinn á mér. Ég veit að ég sé út búin að fæja hann með þessu. Já. En ok, og 7 ár, en þá er þetta gaman? Nei, bara skemmtilegra. Það er bara skemmtilegra? Já, það er skemmtilegra. Og það er nú, sko, það er eiginlega alltaf gaman að hittast. Með honum Benna, þetta var þannig hann, sko, kannski á maður ekki að segja frá sig, en hann bjó hérna sko á neðri henni hjá mér. Ég er með auka íbúðina í húsinu sem ég á. Já. Og hann bjó hjá mér og við vorum náttúrulega eiginlega bara saman á hverjum degi.
Já, Nú er hann fluttur og við hittumst ekki eins og oft, en alltaf þegar hittust þá hann alltaf bara knúsa og kist og aðeinslega gaman. Guð minn góður, hversu mikið var sungið á ykkar heimili þá þegar að þetta var? Ég meina, ég veit náttúrulega hver konaðin þannig að hérna... Nú, hvernig veistu það? Þú sagði mér það? Talandi það, Já. Það verður leynigestur núna páskana á þessum tónleikum. Ok. Ég náttúrulega réði mig að hugsa að það má ekki vera ókallegt. Það náttúrulega má ekki það. Nei. Það má ekki, djók. Og þá hugsa ég verð að fá okkur að söngkonu. Ég hugsa ég verð að fá bara bestu söngkonu landsins. Já. Hverja þekki ég? Það er spurning. Og tókust samningar við... Við skulum, Nei! Tada! Hæ! Hún verður með. Já! Voru það langar samningaviðræður, Regína? Já, það tók smá tíma, sko. En ég lét til þess. Hún fær frítt far norður og gisting. Nákvæmlega. Nei! Díll aldarinnar. Þetta er díll sem þú getur ekki hafnað. Nei, og svo er það alltaf Bennin alltaf sem segi, bjóð hjá okkur og ég var svona, áttu 2 á tímabili. Nei. Þetta hefur verið lítið leiðinlegt. Þetta var mjög skemmtilegt. Það minnistætt sko, við vorum að spila á bóndadagskvöldi og við vorum búinir svona kannski 12 kvöldi til. Þá fórum við heim og við fórum oft eftir gig bara í pottin hérna heima og spilluðum og var gaman og við ætluðum að gera það sama og svo fyrir við upp stegana hérna og þá situr þessi elska bara með beef Wellington steak tilbúna fyrir bóndana sína. Ég minn ein... Það er bara ekki hægt. Sko. Regína. Mikið óskaplega þetta fara. Já, ég á þetta til. Hún á þetta til. Ég er þetta gífin. Vá, þetta er Óskar, ertu vel giftur, svenni minn? Já, ég er ágætlega vel giftur. Svo held ég að Benni sagti mér bara líka. Já, ég held að Benni sagti. Þið gerir ferður þessu? Algjörlega. Við erum að fara með báða fjölskyldunar með okkur og þannig að fullt að krökkum að það er nóg að gera. Já, Hlíðarfjallið opið og svo er barnaminningarhátíð, það er brjálað að vera á Akureyri. Já, ég hlakka gífurlega til að fara í frí. Já. Svona, frí. Frí, akkurat. Svona, gott að spjalla við ykkur, ég hlakka til að fá okkur norður. Sömuleiðis, hlakka til að koma. Það er alltaf gott að fara norður. Já. Líka rosalega gott að koma heim. Já, við höfum bæði mjög þægilega nærveru og fjarveru. Við höfum það. Góða ferð, við sjáumst. Gerum það. Bye. Þess. Akkurat. Eins og ég sagði það, það er til margs að hlakka páskana. En nú skulum við fá smá skilaboð.